til þess að leiða ykkur aðeins að skyggnast undir hútið og bak við tjöldin á þessari þáttagerð hérna, þá hef ég sem sagt samband við Jón Ásgeir sem var blessunlega til í að koma í þáttinn og í ljósa þess að það eru 20 ár frá því að Baugsmálið hófst, þá benda mér á bókina Hæstiréttur í 100 ár sem ég hafði mitt ekki lesið. Þetta var bara eina af þeim sem maður átti eftir og ég hugsa bara, ok, game on, maðurinn að benda mér hérna á bók fyrir viðtalið, þetta eitthvað mikilvægt og ég fer bara á Borgarbókasafnið og leigi þessa bók og ég get alveg sagt ykkur það að fyrstu 100 blaðsíðna þessar bókar, ef bók skildi kalla, þetta sæmileg Doðrenturinn, það snúa ekkert að Jón Ásgeiri eða Baugsmálinu, en það einhverjir kaflar þarna í lokinu sem snúa að ástandinu 2004 og ég kem mér í gegnum þessa kafla ástandið á þessum tíma og Jón kemur svo hingað í viðtal og við erum eitthvað að spjalla og ég bara rétt fyrir þáttun, ég bara var að fá hreint hvað með Hæstarétt í 100 ár, komst þú eitthvað að útgáfa þessara bókar eða þetta eitthvað í uppáldi á þér eða þetta ekkert smá flikki hvað málið með þessa bók? Herðu, kemur ekki bara í ljós að gæðin vissi ekkert hvaða bók þetta var sjálfur, hafði aldrei lesið hana, hafði aldrei séð hana. Ég þetta var þvílíki Doðrenturinn, já það, heyrði bara hana í útvarpinu og ákvað að benda þær á hana. Þannig að hafa sæmilega gott power move hjá viðmælanda að láta spyrilinn vinna heimavinnuna sína. Ég bara fyllist virðingu þegar að fólk spila þennan leik og heldur mér á tánum. Annars Jón Ásgeir bæði gestur þáttarins og dularfulli drengurinn sem seldi popcorn og leigði út rugguhesta á úlingsaldri. Labbaði svo út menntaskóla til að opna bónus með pappa sínum og fór þaðan til Bretlands þar sem hann kom auga á og framkvæmdi 3 stærstu og best heppnuðustu yfirtökur á smásölumarkaði þar í landi á síðari árum. Allt með sínum skerf af drama að sjálfsögðu. Maðurinn yfirheyrðasti Íslendingur sögunnar og sat undir ákærum í 6.000 daga. Ein leið til að losna við allt dramað sem fylgir uppbyggingu svona viðskiptaveldis að fjárfesta bara í sjóðum. Þú getur nýttir sérfræðiþekkingu íslenskra verðbréfa á fjárfestingum með kaupum í innlendum og erlendum hluta eða skuldabréfasjóðum. Athugaðu hvaða leið henta þér. Það mjög auðvelt að hafa viðskipti inn á ivaf.is. Það svo sætoppur sem útvegar okkur ferskasta fisk landsins og Kemi sem útvegar bílavarahluti og rafgema frá Bosch. Gæðaeftirlitið til fyrirmyndar hjá þessum 2 fyrirtækjum. Gæði reyndar kjörorð samstarfsaðila þáttarins. Það annars vegar ítölsku gæðin hjá Olifa, fyrst kaldpressaðar ólífuoljur og nú vandaðir handverks La Pala pizzabotnar frá La Madre Pizza. Ný pizzaupplifun fyrir Íslendinga en þaulreitt á Ítalíu. Svo það sænsku gæðin, giflar, dúnmjúkir, kanilmakaðir snúðar frá Pagan. Ánæðastir eru þó hlustendur með Sjóvá, enda búin að vera efst tryggingafélaga í Ánægjuvoginni 5 ár í röð. Það sem dæmi fyrir tilstilli góðrar þjónustu og þess að tjónlausi viðskiptavinir í stofni fá hluta iðgjalda sinna endurgreiddan ár hvert. Kæru hlustendur, Jón Ásgeir, gjörið þið svo vel. Þú ert einn yfirheyrðasti maður í Íslandssögunni. Já. 260 tímar, segir. Samt mætringað sjálfviljur. Já. Ég neina. Ég neina yfirlýslu. Mér var sagt að þú væri góð drengur, þannig að ég ákvað að mæta. Já, ok. Hvernig, segðu mér, hvernig bara yfirheyrsla? Þetta eins og í bíómyndunum hérna á Íslandi eða hvernig lýsir þetta sér? Já, það bara, þú getur sagt að það bara alveg nákvæmlega, sko. Í alvörinni? Já. Nei, það ekki, þú veist, það ekki að skella hurðum og henda stólum og slíkt, sko. Berja í borðið? Nei, en þetta þeir sem lendi í þessu, sem að vonar að enginn geri, sko, að þetta getur verið mjög tímafrekt. Já. Og sérstaklega þegar eins og ég lendi í að það voru aðallega að rannsaka mál sem að höfðu enga þekkingu á aðstæðum og þannig að það fór mjög mikil tími í að útskýra máls aðstæður. Svo náttúrulega eftir 2 ár þá fattaði maður það þegar engan áhuga á því hverjar og fá skýringar á málum, því að það var fyrirfram búið að ákveða í hvert ætti að fara með málið. Þannig að mörg ár í einhverju rannsóknarvinnu var óþörfi. Þannig að hljómar eins og það bara verið að reyna að slíta þig? Ég veit það ekki, en þetta nú ekki gott fyrir rannsóknar yfirvöld að haga sig með þessum hætti, sko. En það hefur það komið á daginn. Einmitt. Og sko, þú veist, 6.000 dagar undir, hvað kallar maður, undir ásökunum? Já, undir ásökunum kannski, Já, þetta voru 6.000 dagar sem þetta voru sem máli gekk með einum öðrum hætti í rannsókn, ákærur eða í dómsmeðferð. Já.
Og hvað, og þú veist, 260 tímar í yfirreyslum, hvernig maður bara, þú veist, er viðskipti ennþá bara ástríðaðinn eftir þetta? Það var alveg að segja að maður hefði svona mist listina ýmsu í þessu ferli, sko. Já. Þú veist, þetta er alltaf að truflaði það. Einmitt. Og þetta er kannski ekki akkurat... Kannski var leikurinn gerður með það leiðurlösi. Já, einmitt. Ertu búin að færa ástríðan yfir í eitthvað annað? Ertu byrjað að ræða fyrir Ironman? Nei, ekki ennþá. Ekki ennþá? Nei. Er það ekki það sem þið gerið þið? Sittist á eitthvað hjól og fáið útrásinna þar? Jú, það er sömu gera það, sko. Já, þú er ekkert farið á hjólið? Jú, ég er alveg hjólað, sko. Og, en ég er ekki komin í Ironman, ekki ennþá. Nei, en þú hefur verið að fara einhverja hjólaferðir og tekið einhverja dagleiðir og það er sögur að því að þú þurfir að vera svolítið á undan fólki í hópnum. Ég veit ekki hvað þú fyrir rétt það, en jú, það er gert grín á mér í þessum hjólahópum að ég sé alltaf að flýta mér eitthvað fund, sko. Já. Af því að mér líkir svo mikið á. Íþróttamaður inn við beinið það? Já, keppnismöður, alveg pottþétt, sko. Ertu markvisst, nú veit ég að þú þekkir hann Jón Björnsson, ertu markvisst ekki að bjóða hann með í þær ferðir eða er hann í alvörun að lenda á eftir þér? Nei, ég veist að Jón myndi ekki lenda á eftir mér, sko. Nei. En maður sem hefur atvinnur næstu á hjóla, hann hlýtur nú að geta eitthvað, sko. Hlýtur nú að geta. Haldið í við þig allavega. Já, allavega, sko. Draftaði þig hérna. Já. Sko, þið kynnist á Nesinu, eða ekki? Jú. Þið voru krakkarnir á Nesinu á þessum tíma þegar þið eru að alast þarna upp. Já. Það var eitthvað dræf og metnaður í ykkur. Þú talar um að þið vildu komast áfram. Já, það var svona það var metnaður í krökkunum á Nesinu. Hvað þýðir það? Ég meina, við erum að tala um hann 10 ára krakka, hvar ég meina, menn hefði bara kynntust fljótt viðskiptum og fóru að byrja blöð og selja blöð og vildu svona standa á eigin fótum mjög hratt. Allavega þessi sem voru í kringum mig og það er margir sem komist áfram í viðskiptalöfinu sem bygguðu þarna á næstu grössum, sko. Einmitt. Og í öðru, ekki bara í viðskiptalöfinu. Þannig að það var bara alveg svona það var kappsemi, kannski ekki mikil kappsemi í náminu, það er kannski en það voru svona viðskiptahugmyndir komið snemma fram. Já, það? Já. Bara frá þér eða fleirum þarna? Já, bara fullt að góðum hugmyndum, sko. Ok. Og það er ekkert að ótis að ykkur frá foreldrum? Nei, það var náttúrulega mikið unnið á mínu heimili og maður fór með foreldrunum í vinnuna sem maður náttúrulega þekkist ekki í dag, sko. Nei. Ef einhver kæmi með krakkan alltaf í vinnuna í maturubúðina í dag, það er ekki vel séð, sko. Nei. En þannig var það bara. Já. Maður fór bara að fara í búðina með afa og síðan pappa og svo fór maður bara að vinna. Byrjaði 6 ára að mæta alltaf á laugatum. Já. Fylla á eitt kæli sem ég rétt náði upp í. Já. Og það var svona fyrstu kynnin af verslun. Mér svolítið fyndið að hugsa til þess að krakkarnir á Nesinu hafi ætlað sér að komast áfram svona eins og þau veru bara vilju til þess að komast burt frá þessum stað. En að Nesið er náttúrulega bara svona andstaðan við þá ímynd í dag. Já, ég ætla að fóra á Nesinu, sko. Já, ok, þú komst þaðan. Ég kom þaðan, kom Vesturbænum og fæddist reyndar í Kópavogi, en rattar allan ekki vel þar, Nei, rattar ekki vel þar. Þú sagði líka að það hefði haft mikil áhrif á þig að þegar pabbiðin missi vinnuna hjá SS. Já, það var dálítið áfall. Að þá áttar á þig að þú vildir vinna fyrir sjálfa þig. Já, ég var reynda búin að vinna svona 50-50 fyrir sjálfa mig frá svona 13 ára aldrei, þá var ég farin í alls konar svona lítinn business, selja pop og selja pulsur og barnaleiktæki og fullt af svona bara skemmtilegum hugmyndum og þannig að maður kynntist því að vinna fyrir sjálfum sig sem er ákveðið frelsi en þú þarf svona þú fer með vinna með þér heim þannig að það er þannig 13 ára, bugast undan og svo hafði ég bara mjög gaman að vinna, sko, í verslun. Okay. Þannig að og var mikið í kringum verslana sem pabbi var að reka sem undir SS nafninu sem að flesti þekki í dag sem bara sem pulsu fyrirtæki. En byrjuðu þannig að verslanirnar voru undir nafni SS? Já, það voru undir nafni SS. Þannig bara Sláturfélag Suðurlands og verslun og það er bara selt mjólk og allt saman? Já, það var bara selt mjólk og það
það voru fjöldi verslana í Reykjavík. Og nú pappiðinn, hann var stór karakter í fjölmiðlum og allan það sem maður sá, var það ekki smá bara svona áfall fyrir því að sjá að hann gæti mist vinnuna svona, eða hann gæti Jú, hann var kannski ekki mikið áberandi í því starfi sem var fyrir sko slátufélag, en hann var áberandi eftir að við stofnum við Bónus sko. Já. Og þá erum við þá hann svona markaðsmaðurinn. Já. Og kemur fram fyrir hönd félagsins og meðan ég sé svona bakveisluna. Já. Og bara svo vinnum við í búðunum sleitilust. Þið voru starfsmenn á gólfi? Já. Við vorum alltaf ekki 3 starfsmenn í byrjun sko. Ok. Þannig að 3 af 4, við vorum 4 þegar fyrsta búðin opnaði í Skútuvogi. Þá vorum við 4 og svo stækkaði það ört, en við vorum alveg á gólfinu allan tíman sko. Og það náttúrulega í verslun og þá lærir mest af því að vera að hlusta á hvað kunnur að segja sko. Já. Þannig að vera út í búðinni eða vera á kassa eða hvernig sem það var, það læriður fljótt. Já, það hljómaði líka eins og að vera eitthvað svona gerjun að eiga sér staðarna og eins og talar að vera á kassa, það var svolítið óhefbundið að voru strákar sem voru að vinna á kassanum. Það var ekki þetta óhefnilegt, en svo það kominu fljótt stelpur, þetta var nú þannig. Nei, ég sagði ekki óvenjulegt. Óvenjulegt, það bara kannski þekktist ekki á þeim tíma. Það þekktist ekki með þessum hætti sko. Það var bara einfallega út af því að við höfum ekki efna að kaupa kassabor með belti, svona rúlubelti. Já. Og við vorum að stærja í sko mikið til stórum pakningum. Þannig að það voru þungar vörur sem þú ert að flytja til á borðinu. Já. Þannig að það svona hentaði betur karlmönnum að vinna það verk. Það var þetta meira vöðvaafl í þetta. Það þurfti bara meira afl í það, en þetta hefur breyst sko. Já. Og fljótt komlu stelpurinn sem voru mjög sterkar og gengu í öll störf. Og við vorum alltaf með þetta koncept að sko að sá sem við mættum á mótnana, fylltum á búðina og þau voru búin að fylla á búðina og þá opnuðu við hana sko. Þannig að það voru að vera að nýta sama fólki sem var að fylla á og síðan var á kössunum sko. Þannig að það var ekki mikið verið að fylla á búðina yfir daginn. Nei. Að því menn voru bara fastir á kassanum sko. Ok, og ykkur bara vel tekið strax? Hvernig getið þið opnað eina verslun og verið að bjóða upp á gott verð á meðan að aðrir eru kannski með fleiri útibú og hagræðingu í stærðinni? Jú, það var nefnilega komið gat bara á markaðin. Það voru á þeim tíma sem að við opnaðum, þá var sambandið búið að vera í verslunarrekstri og ganga mjög brösulega og bara tilkostnaður og illa rekið og við sá hvernig fór fyrir því. Hagkaup var nýbúið að opna Kringluna á þessum tíma og voru kannski í miklum fjárfestingum. Þannig að við sáum okkur leika á borði og fórum á stað með mjög litla álagningu til að byrja með. Við þekktum bransan sem skiptir máli og þekktum heilsaluna, þekktum framleiðendur og fleira en það var bara brjálað að gera frá fyrstu mínútu sko. Og við þurftum að loka búðinni held ég, á fyrsta laugardaginn sem við opnaðum sko. Þá þurftum að loka búðinni þrisvar þegar tölvukerfi virkaði ekki. Við vorum fyrsti sem með strikamerkakerfi og það var náttúrulega bara svona alls konar byrjun mistök sem kom í ljós þar. En þetta strikamerkakerfi er alveg svolítið mikilvægt upp á það að bara halda verði lágu eða ekki? Jú, þetta var náttúrulega bara fyrsta lagi við fljótur að afgreiða. Þú veist hvað þú hefur upp úr hverju vöru þú veist hvað item er að fara út. Já. Og þetta er bara allan hringinn og auðvitað að panta og já, þú í gamla dag sástu ekki á strimlunum hvað varst að kaupa sko. Það kom bara ávistir og þú allir fórstu bara að sjá já, ég geti banana, ég geti epli og sem var algjör nýjung sko. Já, meinar. Þetta var alveg það var dálítið merkilegt sko, ég held að það verið 6 mánuðir áður en við opnuðum, þá sagði fórstjóri Hagkaupa á þeim tíma að það væri svona 5 ár í það að strikamerkin kæmi til Íslands sko. og við tókum byrjuðum að vinna með Íslendinga strikamerkjakerfinu og það tók okkur 4 mánuði sko. En sko varandi verðlagninguna, og það þið náttúrulega vildu í öllum verðkönnunum og svona, þið vildu vera lægstir eða ekki?
Jú, meina það var markmiði. Og hjálpar þá ekki strikamerkingin og svona tölvu? Jú, það er bara hjálpaði öll þekkingi. Þetta var náttúrulega bónus og byggt upp þannig að það var mjög lítið overhead. Já. Og þetta snerist rosalega mikið það að allir sem væru að vinna hjá fyrirtækinu væri í raun að selja. Þú veist, væru inn í búðinni og þannig að upplýsingakerfið hjálpaði rosalega mikið til við að ná fótfestu. Og þú varst líka þú varst alveg að labba yfir í aðra búðir og leggja verð á minni þannig. Já, þú veist þetta það var alltaf rosalega vinna sem fór í það að vera með lægsta verðið og er ennþá í dag það er rosalega mikið vinna lögð í það hjá bónus að kanna verð og við vorum að kanna verð okkur mennsta degi til að vera lægstir þannig að þessu fyrstu árin þá fór maður bara hringinn, byrjaði klukkan 10 og var búinn 11:30 þá varum búin að fara í helstu búðirnar að samkeppnissalina og heimsækja þá og leggja verðin á minnið og síðan þegar við opnuðum þá vorum við búin að lækka þau verð sem við þurftum að lækka þann daginn. Var aldrei eitthvað, Jón, þú getur ekki komið lengur inn í búðirnar? Jú, það var alveg smá skætingur alltaf. En það ekki? Jú. Jú, við ístilla bara að kaupa inn á mjólk og horfir og allir verið á leið. Jú, svo breytist þetta nú og núna komum menn inn og skanna eða þá geta pikka verð á heimasíðum Já, einmitt. Þannig að en í þessum tíma var þurfum maður bara að fara inn og ef maður tóku blokk og þá voru sumir kaupmenn sem hendur maður út Já, þér var persónulega hent út? Já, það gerist oft. Í alvörinni? Sérstaklega við vorum nýbúin að vinna verkefnir. Það voru með rosalega pirraðir og það voru verslunarstjórar sem voru alveg bara það geggjaðir í skapinu þegar við byrtum sérstaklega þegar þetta óks og mannum fannst þetta bara óþægilegt En þetta samkeppnin Við töpuðum ekki verkefnum á þessu á mjög löngu tímabili. Ég held að einu sem tapaði verkefnum þá kom í ljósa að búð sem að sambandi átti hafa þá svindlaði verkefnum og það var blaðamál á þeim tíma en það var rosalega mikið metnaður í því að standa við þessum við sögðum. Að vera bara ódýrastir. Já. Einmitt. Og samkeppnin að keyra verðið svona augljóslega niður. Þetta ekkert bara eitthvað, við getum græjað þessa mjólkirna og við ætlum að láta lítið á hana. Þið verðið að fá einhvern annan til þess að lækka verðið svo ykkar verð lækki. Nei, það var alltaf þannig félag var ekki með því motto gróðin ekki græðki. Já. Þannig að við lögðum bara ákveð okkar á og þannig byggum við til verðin okkar. Já. En ef einhver svaraði okkur þá var alltaf brugðst við því. Þið pínduð ykkur ennþá niður. Já. Virk samkeppni. Eins og við fórum með mjólkina niður í krónu. Hvað segirðu? Við fórum með mjólkina niður í krónu. 1 krónu? Já, einmitt. Ég held ég muni nú eftir því. Já, ég held að það var eitthvað svona smá aldamótin. Það gerist. En getur þá ekki verið að líka fólk mætti og bara baði mjólkina frá bílstjórunum sem voru að fylla á. Það var eitthvað þannig að Jú, þetta fór kannski út í aukar en á móti hvað konun gengna því sem vísu að það var lægsta verðið. Já, og sýndi líka, þeir voru að berjast fyrir lægra verðið þarna. Já. En getur hann sagt mig frá gráamarkaðnum? Það ekkert mál að lækka verð. Okay. Bara lækka verðið En trikkið í þessu alltaf hvernig ætlaði að reka það á verðinu reka fyrirtæki Já. Og það voru náttúrulega margir sem bara lækkuðu verðin og svo komur náttúrulega bara ljósa að þeir dæmdu fyrirtækjunum í taprekstur af því að konseptið var ekki byggt upp fyrir verðlagningunum sem við voru að fara í Og okkur er bónus þá betur við verðlækkanum? Það var bara sett uppið frá day one var bara þannig að kostnaðarliði voru allir í lágmarki. Já. Þannig að þið gátu bara tekið á en var það ekki oft þannig að þið þurftu að lækka verð og síðan bara hækka það aftur út þetta var ekki Jú, það er bara svo gengur að gera þú setur þína ideal álægningu og síðan markaður sem þú átt líka að taka tillit til og það er verð að fara upp og niður þau getur bara að fara niður Bónus reyndi en það er bara þau verða að fara upp líka Já. Segðu mér hans frá gráamarkaðunum mér þótti það svolítið áhugavert að heyra af honum og hvernig hann virkaði og hvernig hann breytti líka bara verðinu fyrir landið. Gráamarkaðurinn var lítið notaður þegar við komum inn á markaðin
og þetta var svona byrgjadrifin markaður og það sem við gerðum við fórum að leita hana svo kallar gráa markað og hann er kallaður greimarkað út af því að þeir sem að framleiða vörur eru ofta að sko losa yfirlagara inn á ákveðna markaði sem reyna að koma vörunum út af sínum markaði yfir á önnur svæði og þá mynda svona kauptækifæri að kaupa vörur á 20-30% læra verðið heldur að voru kannski á hjá Byrgjan hérna heima, jafnvel meira sko. og hérna þetta gaf mörg tækifæri fyrir okkur en við á móti pyrðust heilsalar við okkur. En af hverju eru þeir ekki að nýta sig gráamarkaðan þessum tíma? Já, það menn voru bara ekkit í því sko, það sem við með gráamarkaðan hann er óstöður, þú getur alltaf fengið sko, segjum bara Coke Zero fara alltaf hérna, mikið magna því svo bara eftir 10 dagar ekki til sko. Þannig að hann er óstöð þannig að þú getur ekki alltaf hérna, en það sem við gerðum við bara sveifluðum okkar vöruval eftir því sem hvernig gráumarkaðurinn var þannig að hérna, stundum var til þessi vara þetta kaffi í þessari stærð en hindaginn kannski í annari stærð það var eina sem við fengum á gráumarkaðurinn á þeim tíma. Og fólk var bara sáttust, þetta er bara ódýru verði og... Já, og þetta hérna var stór þáttur í að byggja upp fyrirtækið. Einmitt. Að komast í þennan markað og hérna og fólki tók því bara vel, sko. Ok. Hérna, þegar áður en að bónus fyrir að stað, þá þú ert að læra kjötinn, eða ekki? Ég er í Versló og hérna að læra kjötinn á sumurinn. Hefðu við getað séð bara Jón Ásgeir kjötiðnaða mann? Já, ég meira, ég vann alveg Stóða tæft að myndi leggja fyrir kjötiðin? Nei, ekki svona eins og á Íslandi á þeim tíma, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er í dag er sko að þá var bara svona vinnslu kjötin það var það sem maður var kannski að leita meira eftir var hvernig þú myndi vinna kjöt í búðum og hérna já, ég mannalegt mér finnst þetta óbærilegt á stundum sko. Já, ok, það var ekki mikil ástríða þarna. Sérstaklega þegar vorum að búa til svona hluti eins og sviðasöldu og fleira sko. Það er ekki í lagi sko. Þetta hef ég ekki borðað hana aldrei nokkuð tíma. Ég hef heyrt fólk einmitt með sviðasölduna og pulsu, bara ég borðað ekki pulsu, ég hef sekundið gert. Já, pilsuna það er athyglisvert að sjá það vera til sko. Þú ert í Versló á sama tíma og ert að læra kjötinn. Þú lappar síðan út úr Versló, stofnar bónus. Já, við stofnum bónus þannig að þegar útskriftin átt að vera, það var okkur til haps að það var verkfall. Kennaraverkfall og við opnaðum í apríl og vorum svona með hennar undirbúning búin að vera í febrúar og mars og hérna já, maður tók bara sénsinn á prófin myndi verða fellt niður sko. Já, maður útskrifast í raun á sem að kalla kennar einhvern á þeim tíma sem var eitthvað svona bland af jólaprófum og hérna hvernig kennarinn var að meta því. Já. Hvor var þín svona sterkari hlið? Hvernig kennarinn mati eða jólaprófin? Það voru yfirleitt prófin sko. Það? Þegar maður fór alltaf bara að reddi hot sko. Deginu fyrir þá var fókusun sem settur á það sko. En kennarinn var hann ekkert? Jú, það var nú misjafn hvernig maður var metið á kennarinn sko. Það var hérna, allur gangur á því sko. Okay. En svona félagslífs, varstu að taka eitthvað þátt eða? Jú, það var náttúrulega, maður var að vinna með skóla og maður var náttúrulega, tók þátt í félagslífunu. Já. Hérna, það tók svona nokkuð tíma líka. Ok, þannig að náður að svona kompromissa eitthvað kjötiðinni fyrir félagslífunu. Já, með Versló þá var ég aðalega í minnum bara svona eigin business sko. Já. Og hérna og já, bara námið var í 3. seti, það var bara segjast. Var það einhver skemmtilega uppátæki eða sem varst í hérna? Nei, ég var bara í þessu ég var alltaf að hérna fjölga popvögnum og fjölga leiktækjum og öllu þessu sko. Já, það er ennþá á menntaskólaaldrinum. Já. En þegar bónus er komið á fullt, þú og pabbiðinn, hver var svona ykkar styrkleikar og veikleikar? Hvert var hans hlutverk og hvert var þitt?
hans hlutverk var hann var maðurinn svona kaupmaðurinn í maðurinn á gólfinu og hann alltaf var mjög góður í því að eiga samskipti við viðskiptavinni og fjölmiðla. Já. Bónus auglýsti ekkert það var eitt af konseptinu, það var ekki krónu í auglýsingar. Þannig að við þurfum alltaf að koma okkur í fjölmiðla með öðrum hætti. Já, þið voru allavega ekki á þeim síðum sem voru úthlutaðar fyrir kostaðar auglýsingar. Nei. En þið voru kannski á forsíðunni með við vorum, já, og þetta var heilmikið pæling að koma með uppátæki af því þú fyrst ekki neina athygli og væri með eitthvað til að segja frá sko. Þannig að það var ýmislegt bara alltaf og hann var mjög góður í því að koma félagann á framfæri. Og þitt hlutverk? Mitt hlutverk var svona tæknihliðin, peningahliðin og svo bara að vinna í búðinni sko. Já. Þú veist, ég var það var bara með hvern dag skipulaðan fyrir sig og á föstudöfum var greiddir reikningarnir og á laugardag varst í bókhaldinu og ef voru laun þá voru þau reiknuð á sunnudegi. Þannig að þetta var svona hectic schedule sko. Já, en þú gekkst bara beint inn í rekstrarhliðina á fyrirtækinu? Já, það var og þetta hafi bara alveg sem er svona dálítið synd í dag sko, að þú lærði náttúrulega þegar þú fórst að bera út og fórst að rukka inn ásköftunar og allt þetta að þá náttúrulega lærðir þú inn á svona basicið í business sko. Ok. Þannig að þetta má ekki í dag sko. Ég syns að þið fengu bara, hvað maður að segja, þú fékkst að sjá stærri hluta af viðskiptunum þegar þú varst bara, allir þurftur að bara ábyrgu fyrir því að selja ákveðna hluti og innheimta og þannig að þú bara svona lærðir hvernig business þróaðist og svo fór maður bara í sin eigin business og lærði að vera með staff og allt sem því tengist og síðan þannig maður kom svona, pappið var náttúrulega mikla þekkingar á rekstri og þannig að við komum svona ágætlega menntaði til leiks í því. Já. Langaði ekki að menntaði meira eftir Versló? Nei, það var eiginlega hefur ekki blundaði ekki í mér að fara í eitthvað langt háskólanum og hefði það blundaði í mér að ég líka bara gert það sko. Já, en þú líka talaði um að það var bara gaman hjá þér, þú veist, það var mjög gaman þessi bónustími var ekkert eitthvað eins og tala um að vinna í búðinu og svona, þetta var ekkert eitthvað verði að vinna í búðinu. Nei, það var eiginlega bara menn voru aldrei að líta á klukkuna sko. Nei. Þetta var alveg sko, þeir voru búin að opna 3 búðir, gera það mjög hratt og þá var vinnudagurinn 8:30 til 10 sko. Já, þetta var svona mikið hark. Já, þetta var hark en þetta var gaman og veist, þá líður tíminn hratt og þá gengur vel sko. Já, og aftur að þessu starfsfólki sem var var ekki svona svipaður kraftur eða þetta var svona stemmingin innan búðarinnar? Já, það var rosa stemming, þetta var ungt fólk Verslunarstjórnarnir voru alveg bara í sama mindseti og þið? Já, það var mikið fjör sko. Þetta var fólk bara á mínum aldri 24 ára Já. sem voru verslunarstjórar og það var svona bara fólk sem var tilbúið að vinna virkar á milli og hafa ágætt lifubrauð upp úr því sko. Já. Og svona margar skemmtilega týpur sem að verið til þarna sko. En þú veist verslunarstjóri í bónus, þú veist, og fólk með drif og til í að bara vinna að þessu með ykkur, ég meina, þú veist, hversu góður stjórnandi maður nær að byggja upp þennan kultúr í fyrirtæki? Ég veit, maður kannski pælt aldrei neitt í því sko, en það var náttúrulega alltaf leikur að halda, fannst mér svona keppniskapunni í hópnum, en bara í búð og til dæmis bara leyfa fólki að hvað varstu fljótur að skanna inn yfir daginn og hvað seldur mikið og þannig að allir fengi að vita hvernig gekk. Já, það var svolítið opið. Það var svolítið opið sko og ég segi það enn í dag og fólki sem er á gólfinu þarf að vita hvað er í gangi sko. Þá verður bara starfið skemmtilega og fyrir bara að pæla í alls konar hlutum og við fengum náttúrulega rosalega mikið feedback frá fólkinu okkar að því fannst gaman í rauninni og læði til fullt af hlutum til að gera fyrirtæki betra. Þannig að það var ekkit það var leikliði og það er með svona flest fyrirtæki sem að vaksa upp á erfiðum mörkuðum
og slá í gegn að þau eru oft drifin á því sko. Já, einmitt. Ef má spóla svolítið hratt yfir til Bretlands, þið færið þangað. Já. Og Bretarnir voru viljur til þess að hjálpa ykkur að vera frá Íslandi út, eða Bretarnir voru viljur til að eiga í viðskiptum við alla aðra en Breta. Bretarnir eru sko skrýtin skepnur sko og það er náttúrulega, þú veist, maður horfir á sko London og svo horfir fyrir utan London, það er svona, þetta er ekki í sama landi sko, Já. Þú veist, að eiga við, að hérna, þeir eru opni fyrir alþjóðaviðskiptum og fannst bara dálítið cute að taka við hérna Íslendingunum, það er bara dálítið svona fyndi sko. Þeir gerði enga greina minn á Ísland og Grænlandi sko. Já. Eða Færeyjum eða eitthvað svolítið, sem fannst þetta bara eigjar þarna upp north og bara bara herru, vá, hvað hafið að segja bara, já, bara finnst mér ekki bara eins og væri með peningana sko. Já. Og fannst alveg fyrir því þegar þú mættir þetta? Já, það var alveg svona til að byrja með, það var náttúrulega mjög svona lítil þekking og í Bretlandi tengdu flestir svona almenningur tengdi sko Ísland of bara matvörukeðjunni í Æsland sko. Já, einmitt, það var bara hafa starra vörumerki heldur en það var starra vörumerki að hluta til í Bretlandi sko. Ok, en svo áttu eftir að gjósa þannig að hérna það og svo keyptu Íslendingarnar Æsland sem var hérna það var svona fullnaða sigur. Það var fullnaða sigur. Ok, en sko, þarna kemur þú lappar út menntaskóla og ert þarna búin að byggja upp smásölu veldi á Íslandi og þú spottar í rauninni þrjár stærstu retail yfirtökur á síðar árum þarna í Bretlandi. Hvað, sko, þú verður aðeins að hjálpa mér að skilja bara, hvernig ferð þú að því, hvaða burði hafðið þú til þess? Hvað burði? Við vorum alltaf, fyrsta verkefni var hérna Arcadia. Það kom nú til það þegar við erum að byggja Smáralindina, þá tökum við yfir það voru aðlar sem ætluðu að byggja upp Debenhams og Topshop og fleiri brönd, tökum við yfir þau brönd og þá fer maður að kynnast Arcadia og þau bara skoða fyrirtæki og pæla í, veist, hvernig er efnahagurinn og eins og oft gerist maður, ég sá bara að það var tækifæri, þetta var ódýrt og veist, með því að gera ákveðna hluti þá kostu hérna, sem ég kallaði að láta efnahagsreikningi svitna. Já. Og hérna fá meira út úr honum og selja eignir sem að skiptur reksturinn daglega engum máli. Já, þannig að það Topco aðferð? Jú, Topco, þannig að það sko í yfirtökum þá er Topco notað til að kaupa einingarna og gefa það sveigrúm til að brjóta þar upp. Nú er þetta fræðslu þáttur, getur þú útskýrt aðeins nánar Topco leiðina eða aðferðina? Já, Topco er yfirleitt talað að það sé yfirtöku félagið. Það er bara nýlegt dæmi hjá okkur er Strengur. Þegar Strengur gerir yfirtöku tilboð í Skeljung. Já. Og þá er það svona skilgreint sem Topcoið. Ok. Og svo undir Topcoinu getur verið að búa til sem við kallum Newco, sem er þá ný félög og það er sett ákveðnar einingar sem eru innan fyrirtækis undir og þetta er nú aðalega gert sko til að auðvitað líka fjármögn. Já. Gera hann að skýra. Einmitt. Og þannig að við fórum með þannig verkefni á staði með Arcadia, keyptum 20% hlut með fyrst með hópi fjárfesta hérna á Íslandi og síðan keyptum við þá fjárfestu út og voru þá Hagar eða Baugur var á þeim tíma þá voru við konur mjög sterkar stöðu í félaginu og það er ekki eins og að það setjast mjög það eru óháðir stjórnamenn í stjórnum yfirleitt í Bretlandi. Já, ok. Þannig að það er svona meira eins og ég segi sko forstjóraveldi, þar segja forstjórnir eru valdamiklir. Já. En stjórnir eru kannski settar svona meira í svona corporate governance og langtíma vision hlutum sko sem ákveðuleitinu gott en það er hins vegar mjög slæmt, þú veist, ef að stóri fjárfestar komast ekki inn í stjórninar
Þú ert þarna að kaupa þennan hlut til þess að reyna að koma þér inn í stjórnina. Við vorum, já, fyrsta leifu fannst okkur bara, sko eins og oft þegar ég horf á hlutina, þá annarkvort eru bara, þurfa að líta þeim lögumálum, annarkvort fatta markaðum hvað er valjúið í hlutnum, ef hann fattar það ekki, þá á maður bara að reyna að kaupa allan hlutin. Sko. Ok, og þarna er þú að segja að þeir eru ekki alveg að sjá valjúið í hlutin. Já, þarna, en ekki að furða það, því að það var bara, það voru mörg brönd, það var mikið af fastegnum, þetta var óskýrt og en ég man að við keyptum fyrstu bréfin á 25-30 pence og svo fór þetta upp í 3 pund við ætlaðum að kaupa hluta fyrirtækinu síðan kemur 9/11 og þá dunkar það aftur og þá séu við sko bara að kaupa allt klappið Þegar 9/11 höggið já, þá er það rosalega dífa á hlutabréfamarkaðunum og fólk á þeim tíma bara bjóst við að fólk myndi bara hætta að fara út í búð og þetta er allstar katastrófi sérstaklega í stærri borgum. Já, greip sér bara eitthvað skelfing. Já, ég meina, það var alveg klárt og þannig að hlutabréf allstar í heiminum lækkuðu mikið. Hljómar óröggreitt núna sko, bara ég held að það myndi hætta að fara út í búð út af en flugslýsi í Bandaríkjunum en á þessum tíma, manstu að þú hugsaði þetta var bara stærra mál, þetta er flugslýs sko, þetta var náttúrulega árás og Já, svona reyna að gera lítið úr þessu en það er bara svona greipuðum sem mikil hræðsla í bara öllum geirum og þannig að við staðan fyrir að kaupa hluta fyrirtækjum fór það aftur í það að skoða að kaupa það allt og voru konu með það síðan á loka rekspul þegar 28. ágúst 2002 þegar húsleitin er gerð í höfðstöðum Böggs á Íslandi þá erum við bara búnir að ná samkomulagi við stjórnina og að kaupa félagið eða sem svo kallar recommended offer og það fór allt í uppnám og það var ekkert úr okkar aðkoma því verkefni. Nei. Ekki annað en það við áttum 20% í félaginu og fengum ágætis verð fyrir þann 20% hlut en langt frá því sem við ætluðum okkur. Einmitt. Og ef við tölum þessi 3 stóru verkefni þá var það til að við keyptum inn í annað fyrirtæki sem heitir Bigfoot Group sem átti meðal annars Æsland vörumerkið og það var væntanlega eitt flóknasti díl sem ég hef komið að. Þú veist, það voru ótrúlega margir endar sem þurfti að nýta. Það var fyrirtæki sem við ætluðum bæði til þess að fjármagna það þurftum að selja fasteignir í fyrirfram að hluta. Við þurftum að reyna að fá fjárfesta inn í ákveðna rekstrareiningar áður við vorum komin með tökin á þeim sko. Þannig að ég man ekki þegar á tilboðsnóttinni þegar við gerðum loka tilboð og sem sagt vorum recommended offer en þurftum að staðfesta held ég 2 mínútur fyrir 12 þá held ég að hafi örugglega verið svona 60-70 lögfræðingar sem þurfti að rétta upp hönd og svo bara við höfum sáttu við alla pappís unni sko. Þannig að það má gera tilboði sko. Og þetta var svona þegar maður lítið tilbaka mjög sko, mér finnst þetta hafa verið sko alveg ótrúlega afrek að klára þetta. Já, þetta var svona að það var svo flókin og það sem kom upp úr þeim díl á endanum var að það er ótt sagt að þessi díl hafi ekki búið til 2,5-3 billjónir punda. Þetta er fyrirtæki sem enn í góðum gír í dag. Búk er partur á Tesco sem var heilsalan inn í þessum pakka og svo Æsland vörumerki sem er enn rekið á þeim mönnum sem við réðum til starfa til að reka á þeim tíma. En þarna er þú líka látin svitna hljómar þetta eins og þú veist að þarna þarf þú virkilega að leggja þig fram við að láta þessa hluti ganga upp eða ekki? Já, ég var með mjög góða samstarfsmenn eins og Gunnar Sigurðsson og fleiri sem menn unnu myrkran á milli að koma þessi í kring og þetta þótti sko á þeim tíma þótti þetta bara við vorum með Deutsche Bank og fleiri banka í þessu Bank of Scotland
á þeim tíma þótti þetta bara flókin díl í Bretlandi sko. Það var ekki bara fyrir okkur heldur, það bara fannst mönnum þetta það voru brúarlán hingað og þangað og ég man einhvers veginn eftir réttur miðnætti eitt kvöldu þá hringdi bankastjóri í Bank of Scotland og sagði Jón, I think it's one bridge too many now. Þá var ég búin að biðja eitt brúarlán í viðbót til að klára eitthvað sem að koma upp á síðustu stundu sko. En veist, við náum að klára þetta og það var mjög flott og síðan förum við í annan stóran díl sem að heiti Sommerfield og allt voru þetta fyrirtæki sko, í dag voru að velta svona 1000 milljörðum eins og Big Food Group það var, ég ætla að sé ekki velt í dag Booker og Æsland að velta svona 9 billjónum punda í dag og þau voru þeim tíma voru í kringum 5 þannig að þetta voru risa fyrirtæki líka 40.000 mann sem allt í hennu barst ábyrgð á að fengi launin sin sko. Þannig að veist, það var svo fórum við í sambarlega díl sem var Sommerfield og sem að sigldi í strand í raun þegar það voru gefnar út ákærur í Baugsmálinu þannig að þessi tímapunktar voru vil ég meina hafi nú ekki verið sko tilvílanir sko. Þetta var eitthvað meira á bakvið sko. Ég veit. Ert þú þarna sko að verða fyrir þessu og að sjá bara svona sko ég eftir að hafa lesið Málsvörn og bókina Hæstiréttur í 100 ár sem er Dóðurandur ekki bók það svona kemur manni kannski svolítið óvart hvað dómskerfið er mannlegt að þetta er ekki bara strípa ferli og vél sem að fær innkomu og einhverja fasta útkomu þetta er bara svolítið, það er hægt að hafa puttan í þessu Já, lögu eru þannig að það er að túlka það á ýmsa vegu og þess vegna erum við með dómstóla En ekki bara túlka, heldur líka að koma fyrir ákveðnum aðilum í ákveðin embætti og allt þetta sko. Það er alveg klárt að það var einræðishyggja í ákveðnum stjórnmálumönnum á þessum tíma og það er bara eins og við sjáum þetta ekki bara á Íslandi að þegar menn sitja í embættum og lengi að þá koma þessi tilburðir fram sko. og þess að fyrirkomulagið í Bandaríkjunum mjög fínt sko. 8 árin ég held að fleiri þjóðir ættu að taka það upp eins og til dæmis Ísland Já, það er ekki nóg bara líka að skipta það þarf að skipta líka fleiri ráðandi stöður sagt við ráðherra sem hafa komið í ríkisstjórn það takir rosalega langa tíma að komast í kjarnamálin og hafa áhrif á þau vegna þess að það er kannski fólk sem hefur setið mjög lengi í ráðuneytisstörfum eða eitthvað slíku sem að kannski þyrfti að breytast með fólkinu sem er að koma inn bara eins og við sjáum skoðum aftur Bandaríkjunum þá er það þannig að það er miklu stærri hluti heldur en bara forsetin sem gengur á borði þegar nýr kemur inn fleiri ráðandi stöður sko ég held að málið þegar þú ert að rifja þess atburð upp og svona fólk á þínum aldri þeir veit að nákvæmlega hvað málið snýst hvaða persónur koma að og allt svona fyrir mig ég veit að maður er bara sko, þegar Baugsmálið byrjar ég er 8 ára sko 1994 sem að ég fættur þannig að það er komið núna 20 ár síðan að Baugsmálið hófst til hamingju með áratíðina 2 en við það að setja sig aðeins inn í þetta er svolítið magnót, eina sem ég man bara frá þessum tíma var bara skattaskjól, reynsróverar, flatskjáir Tortóla, útrásavíkingar Eva Jolie, eitthvað svona sko algjört mix af einhverjum orðum sem maður skildi ekki og fatta ekki þenn tíma en við að kynna sér þetta aðeins kemur allir ljós að þið heiti allir Jón á þessum tíma Nú það? Nei Það er svona, það fyrsta, það er bara allir Jónar landsins koma að þessu máli en svo skrifar hann í höfundur Hæstaréttar í 100 ár hann skrifar hérna Jónas Jónsson frá Hriflu og síðar Davíð Oddsson lögðu mikið upp úr því að koma sínum mönnum í dómarembætti eftir að þeir mislíkuðu dómar Hæstaréttar að baki flokkum þeirra stóðu öflugar hagsmunarblokkir í atvinnu og viðskiptalífinu en það eru viðskiptahagsmunir í einni eða annari mynd líkast til sterkasta aflið á stjórnmálasviðinu þegar öll er á botninum hvolft
Sko, varst þú náttúrulega þegar þú ert ansi umsöðumikill á viðskiptasviðinu þarna, varst að reyna að hafa einhver stjórnmálaleg áhrif? Nei, þú veist, það var það sem var mislesið í okkar umsöfum, sko. Það stóð, var aldrei markmiðið að setjast í stól forsætisráðherra eða eitthvað slíkt, sko. Eins og margir vændi okkur sko. Já, en það var einhver ógn frá okkur, eða ekki? Jú, það er náttúrulega, það var, okkar agenda var mislesin og aðkoma okkur til dæmis að fjölmiðlum árið 2001 var til þess að það var enn háari sá orðum að við værim í einhverju slíku. Já. Þú veist, akkur væri við að höfðu fjölmiðla, akkur væri við stæði okkur við sjálfstæðisflokknum í einu og öllu og eitthvað slíkt, sko. Já. Okkur væri við að setja afstæða blaði til höfuðs mokkanum sem var þá fyrir ungt fólk að þá var það bara þannig, það var mokkinn. Já. Og það réðum menn ákveði hvað birtist í blaðinu og náttúrulega líka hvað birtist ekki í blaðinu. Einmitt. Sem að skiptir ekki minna máli. Einmitt. Já, maður skil nú alveg að vekja upp grunnsöndir þegar einhver auðmaður kaupir Já, basically í þessu var og ég hef oft sagt þess að sögur, sko. Það sem pirraði mig alveg rosalega var að bæði, veist, þarna á þessum tíma áttu vorum fjölda fyrirtæki á Íslandi sem að þurftu að auglýsa mikið og það var ekkert auðangarðagressi í því, það var eitt aðablað, það voru fáar útastöðar og síðan var ríkis sjónvarpið, sko. Og maður þurfti var farin að sko bóka auglýsingar sko 12 mánuði fram í tíman, þú veist, þar hækkuð alltaf þegar til dæmis kringum jól, það var mikil hækkun og okkur fannst þetta ómögulegt og mér sko kom ekki okkur auglýsingum að. Já. Þannig að þegar það kemur tækifærið að kaupa fréttablaði sem að þá farið að stað en svona af litlum efnum að þá fannst mér tækifærið að reyna að kombæna þetta saman. Þetta geti verið fréttamiðl með og við kemum okkar auglýsingum að og þannig það var hugmyndafræðin, sko. Já. Ekki það sem að margir sökuðu okkur að koma samfylkingun í ríkisstjórn, sko. Nei, það var bara ekki máli, sko. Okay. Við viljum frelsi í viðskiptum og frelsi einstaklingsins og það er það sem við vorum að predika alltaf en ekki það við ætlum að setjast í ríkisstjórn, sko. Já, það komur óvart að þið voru ekki kendir við sjálfstæðisflokkinn, heldur frekar samfylkinguna í öllar þessari... Já, það var náttúrulega bara búið til og þessi áráðsmeistararnir sem að unnu kringum Morgunblaðið voru náttúrulega mjög góðir í því að segja söguna nógu oft þannig að það yrði trúa, sko. Einmitt. Aftur á þessum dílum, var þetta þessi snúni díl, var hann þinn uppáhalds fyrir vikið? Hversu erfitt að vara lendunum? Já, hann var svona... Big Food Group. Big Food Group var, af því hann var svo flókin, sko. Þess vegna var hann skemmtilegur. Og hann var svo... Það sem við heldum var gott inn í Big Food Group var síðan kannski ekki eins gott, en það sem við heldum var slæmt og miklu betri heldur við. Þannig að kom sér nú líka í kjölfarið upp mjög svona skemmtileg tvist í þessum málum, hvað eininga voru að spjara sig og hvað ekki. En það er svona að þið viljum náðu líka klára hann, sko. Við vorum stoppaðir í Arcadia út af innrásinni og síðan vorum við stoppaðir í Summerfield út af ákjörn, báði dílan sem við höfum raun teiknað upp og útfært sem að gengur mjög vel upp. En við vorum sátum ekki við borðið þegar peningu var útlitað, sko. Nei. Þannig að en Big Food Group þá vorum við náttúrulega þá kláruðum við þann díl og eignumst í þessum góðu fyrirtækjum og rákuðum þau áfram. Og er þetta, þú veist, hvað er það sem gefur þér bara sem viðskiptamanni í öllu þessu? Er þetta svona þessi deal junkie sem að tala um? Að bara ná að loka fyrir góðum díl? Nei, það er margir sem tala um það. Ég sé einhver deal junkie, sko, en það er alveg gaman að klára díla, en það er ekki nóg að klára díla, þú voru síðan að taka næsta skrifi sem er að vinna úr honum, sko. Og það er kannski miklu meiri
vinna sem að fer ekki mikið fyrir en þú eru að vinna úr verkefninu sko. Já. Og þannig að, jú, það er allt það er gaman að klára díla sko. þá veist, og setni tíð hefur nú líka þetta muni eftir því sem að hefur kannski átt að gera meira á fyrir hluta í viðskipta fyrir sinns og að selja fyrirtæki sko. Já, ekki bara kaupa. Nei, einmitt. Já, ennþá svolítið erfitt með að komast yfir að þú talar einmitt að Bretarnir hafi bara hort á ykkur sem sko grænlendinga eða íslendinga, bara engin munur þarna á og þú labbar þarna inn og þú spottar tækifæri sem þeir eru ekki að taka eftir og eins og þú segir sko eitthvað, já, þú veist að láta efnahagsreikningin svitna og taka eftir hlutin sem var ekki tekið eftir. Ég meina, sko, ef eitthvað er þess virði, þá er tekið eftir því. Fólk og það vantar svona kannski sko dyrsku í þennan geira, í þennan retail geira og það voru þannig nokkur playerar sem að voru á markaðunum en það var svona eins og eitt sagði við mig sko, þið komið þess að dyrsku að gera hlutina sko. Veist, að bara þor í verkefni sko. Og svo náttúrulega var það bara þannig að oft rákust menn á að sko, veist, þegar við verðum að díla við Bretana eða reyna að kaupa eitthvað slíkt sko, þá voru þeir svo rosalega uppteknir á því að þeir myndi ekki lítið illa út. Það er að segja sko, ef þeir myndi vera að selja öðrum Breta og hann myndi síðan græða rosalega mikið á þessu, þá myndi þeir líta illa út sko. Akkurat. Það var rosalega mikið þessi pólitík. Svo komum við þarna og við náðum að búa til marga svona fjárfestaklúbba og setja saman menn sem höfðu tekist á í viðskiptum, saman í klúbbana, af því að þeir voru bara sátt að það voru Íslendingar sem voru í forustu í klúbbnum sko. Ok. Þá gætu þeir, en það voru dæmi eftir hrun þegar þetta flosnaði upp og þá var það fljótt að springa á milli manna sko. Ok. Þannig að það var svona já, það var svona friðþæging í því að hafa Íslendingin þarna við endan á borðinu sko. Einmitt, stúdentinn frá Íslandi þarna. Já, það var bara. En þarna ertu búin að byggja upp viðskiptaveldi eftir verslunarskólan með stúdentspróf og eflaust fólk í kringu þau sem er komin bara úr flottustu einkaskólum heims mögulega, með sterkustu MBA-gráður heims. Já, mikið slíku fólki vann með mér og hjá mér og... Einmitt, finnst þér hvert svona er virði menntunar í viðskiptum? Ég held að sé sko mikið virði sko, en ég lít líka á það sem menntuna að stofna fyrirtæki og gangi í gegnum allt það. Þú veist, það er bara verklega menntun í viðskiptum sem er lítið talað en þú ert náttúrulega að læra on the way. Já. Og kemst miklu fljótar að praktíkinni og þannig að það er svona það er þessi mismunur sko en ég hef aldrei fundið sérstaklega fyrir því að hafa ekki haft einhverja meiri menntun sko. Ok. En ég hef líka alltaf verið bara þegar ég næ ekki utan hluti að skilja það ekki sko, þá bara fæ ég besta fólki að finna út í því með mér sko. Já. Þannig ég hef enga minnumáttu að kent fyrir menntuðu fólki sko. Nei. Það er bara alveg klart sko. Þú er ekkert eitthvað svona ákveð að henda þér í eitthvað endurmenntun svona í seinni tíð? Nei, ég hugsaði það sko, en bara að vera gaman að fara í skóla aftur en hef ekki gert það sko. Nei. En eins og þegar kemur að setja saman stjórn eða eitthvað svolítið, ég veit ekki hvort að þú tekið þátt í því, horfið þú þá líka til þess að bara, og ég meina þarna, ert þú að horfa á þessi fyrirtæki og þú ert að rýna í þau, þú veist, ég meina þú líka hefur ákveðin skilning sem að fólk sem að fór í skóla en ekki að vinna á búðagólfi hefur ekki á bara hvernig búð virkar. Já, nákvæmlega, veist, það er en þú setur saman stjórnir í fyrirtæki og reynir að gera það, veist, ef þú átt félag eða þá reynir að koma á borðinu þekkingu sem er ekki innandira þannig reynir að setja saman stjórnir sko. Þú vilt ekki fá einhverja jástjórnir sem gefa ekkert input sko. Já, það er auðvitað að slysast til þess. Það er auðvitað að slysast til þess sko. Og maður sá það nú oft úti að það voru mjög fáir við stjórnaborði hjá sumum sko. Já, það. Að þið bara vildu ráða þessu frá til sko. Amen. Og ég held að sé alltaf slæmt í viðskiptum og þú hættir að hlusta og þín skoðun er bara rétta skoðun og keyri mál þannig áfram sko. Fannst þið aldrei þeirri stöðu sjálfur? Jú, örugglega. Ég var svona kringu 30 aldur þá held ég að maður hafi verið haldið að maður
hefði séð allt og gæti allt sko. Já. En svo bara læri maður sko, þroskast og hlustar. Það samt? Jú, það held að líka náttúrulega skiptir máli, þú veist, þess að ég var hjá mér ég var náttúrulega með pappa í business og hann fór ekki með mér í miklu leyti í erlenda ævintýri sko, þá var svona þá var maður svona smá jarðtektur í gegnum það. Já. Og bara og já, aðeinslega í kringum hann í fjölskyldum sem mína konu og fleiri bentu mér á að já, að ég hefði kannski ekki alltaf rétt fyrir mér sko. Erfitt að heyra. Erfitt að heyra, en þú veist, í seinni tíð bara og oftast finnst mér það bara skemmtilegt sko, það er alltaf skemmtilegt þegar fólk kemur með hluti og segir bara já, okkur var ekki maður að pæla í þessu sko, mér finnst það geggjað sko. Já. Erfitt. Þegar að bara, sko, árin fyrir hrun, bara þegar það gengur vel, bara þegar að hlutir ganga virkilega vel og þú ert bara, ég meina, búin að sanna þig sem bara einn flottasti viðskiptamaður Íslandssögunnar. Lífið þá fullkomið? Nei, ég held að séu rosalega fáið sem að bara komast á punkt og segja bara, lífið fullkomið nú. Þetta dagur. Ég þarf ekki fleiri díla. Nei. Ég held að það sé nú ekki endilega það sem að gerir lífið fullkomið sko. Hvort að dílarnir séu 20 eða 40 sko. Já. En það er svo margt annað sem að spilar inn í það sko. Já. En samt sko þegar menn eru yngri þá er það veist, hvað þarf það eiga marga milljarða og hvað þarf það eiga þarf það mikið veist, hvað er þessi punktur sko. Einmitt. Ég held að sé veist, ég held að fólk mannskjarnan sé bara þannig hún svona einhvern veginn leitar alltaf áfram sko og það er sem heldur hún í gangandi líklega. Og ég meina bara eins og þú veist talað um það lífið getur verið gott en einhvern veginn heldur fólk að það getur verið líklega enn betra. Er það ekki? Jú. Þá getur það búa einu brú á láni og mörg. Já, þá getur það fellur fram á brúnni sko. Einmitt. En þú veist það sem þú ert að gera og tala um það að menn eru yngri, þú veist að það er hellingur að yngra liði sem að horfa upp til þín og þess sem þú varst að gera og þess vegna er kannski svolítið gaman og í rauninni bara einstæmi að fá að tala við eitthvað eins og þig sem að bara hefur komist hinum megin við og bara átti eins mikinn pening og hann nokkuð tímann þurfti og var ekki kannski fjárhagsvandræði með að borga reikninga eða hvað hann var og kannski leifst þér, þú veist, snekkjur og engaþotur og bara svona glamúr lífstíl. Þú veist, kom þér á einhverjum tímapunkti óvart hversu bara ófullnægjandi svona lífstíl var eða var þetta geggjað ef maður hefði haldið? Nei, ég held að þessu glamur og við sumt að þessu sko er ofmetinn sko. Ok. Hann er auðvitað, veist, gaman í 2 vikur á ári en hausverkur á 50 sko. Ok. Nei, það er ekki gott hlutvall sko. Nei, það er ekki gott hlutvall sko. En þú veist maður getur allavega að halla sér aftur og sagt, já, ég er búin að prófa þetta. Veist, þú veit kostin og gallana. Þú getur allavega að sagt það. Hann Reynir Findal Gretarsson var að tala um búta austurlensku spekina allt sem þú átt á þig. Fannst þér einhvern tímann eins og peningar áttu þig tilbaka? Nei. Þú veist, ég held að skiptir svolítið miklu máli, þú veist, ef þú ert í hlutunum bara, ég ætla bara að gera þetta, ég bara að gera þetta út af því ég ætla að græða peningin. En er ekki að gera þetta út af leikleðinni, þá held ég að þú getur lent í því. Að þú ert í einhverju verkefni sem er bara í að því þú ætlar að græða pening. Að þá er peningurinn farin að taka yfir sko. Okay. En ef þú ert í, eins og ég hef reynd að gera, að velja með verkefni og vera í hlutum sem ég er bara gaman að, þá finnst mér peningurinn vera bónus í því sko. Þegar hann kemur, þegar peningauðskýran kemur, að þá er það svona fín hliðar afur sko. Ok, þannig að þú vilt í rauninni bara þannig sé líka svo við bara einhver leik eða íþrótt þess að þú veist bara stundar þinna íþrótt. Þú er þú kemur að fyrirtækið, þú setur ákveðið markmið og það er bara alveg svo að fara út á völlin, þú setur ákveðið markmið fyrir leik, hvað allar hann á útrúsu og og þú verður að hafa gaman að leiknum. Ég er mjög trúar að ef þú hefur ekki gaman að því sem þú ert að gera, að þá verður bara uppskeran slökk. 2 vikur gaman, 50 vikur hausverkur, hljómar eins og það hefur verið mjög gaman að þeim stóru leiktæki sko. Já, menn flestastöndið í þeim sko og
stórleiktakin eru fín sko í ákveðna vikur á ári en þau eru hausverku í hérna. Einmitt, ekki talað snakkirnar að 2 góðu dagar þegar þú kaupir og þegar þú selur. Jú, það er orðasönn. Já, einmitt. En já, þetta þá að þurfa að hafa gaman að þessu. Fannstu eitthvað tímann í þeirri stöðu að bara svona, herri, þetta er ekki að gera neitt svakalega mikið fyrir mig að vera komin út í þetta? Hjónin sögðu það nú hérna svona 2016 þegar við vorum búin að vera vorum að brasa með fjölmiðla á Íslandi. Já. Þá var komin svona tímapunktur okkur fannst þetta ekki þess virði að standa í sko. Veist, og hérna þannig að ekki það ég held að sé holdt fyrir alla hreina á Íslandi sem að áhuga að reyna að eiga fjölmiðla, það er svona dálítið öðruvísi business en hérna það var komin nóg og það var svona, já, alltaf það ekki verið svona í fyrstu skiptin sem að fannst bara hérna, ekkert gaman okay. og hérna það var til þess að við losuðum okkur út úr því og hérna fundum verkefni sem að eru kannski skemmtileg. Já, er svona retail þitt sérsvið ennþá eða? Mér finnst bara rosalega gaman að pæla í hérna smásölu, veist, og smásölu þjónustu við fólk og skilja hvernig markaði virka og hérna ég hef alveg verið í business to business og hérna og finnst það líka skemmtilegt sko. Það er til dæmis bara hluta af því sem við erum að gera í dag hérna, það er svona stór notenda hérna sala og þú veist, það er öðruvísi, lítur öðrum lögmálum en hérna gaman að hvort tekja. Mér finnst alltaf gaman í búð sko, mér finnst alltaf gaman að opna búð, mér finnst hérna, veist, ég get alveg hérna týnt mér í að skoða búðir hérna og kíkt á baka borðin og kíkt inn í vörumóttökuna og þannig að veist, ég held að það fara aldrei sko. Og jafnvel þegar að þú ert að skoða einu fyrirtæki og svona, ferðu þá alveg í hands-on? Að þú sér það rosalega mikið, það sem þú sér fyrir sko aftan búðarborðið, segi ég oft, hvernig lítur búðin út, lagerinn, kaffistofan og allt þetta, segir þetta mikið til hvernig operationin er á fyrirtækinu, alveg bara frá toppi og niður sko. Og ferð þú þá alveg í vettvangsferðir eða? Já, algjörlega sko, algjörlega. Í alvörunni? Já. Og bara lætur sjá það á gólfinu og... Já, veist ég, það er hérna fólk sem vinnur með mér það fær myndir þú veist, hvernig sem er dag sko hérna frá gólfinu? Já, veist, mér veist það og ég hef gert það í mjög langan tíma eins og tölum við um Bigfoot Group hérna dílinn sko þá var ég með mann sem að gera ekkert annað heldur en að fara í búðir og veist, við áttum 800 búðir og taka myndir sko og það var fljótlegasta aðferðin til að sko laga fyrirtæki sko. Það voru allir sammála þess á myndinar að þetta var ekki eins og var þetta bjóð upp á sko. Tómar hillur, það selja ekki, það er búið að reyna það marga oft sko. Þannig að hérna veist, það voru svona hlutir veist, við tókum eins og Æslandbúðunar út úr því að vera með sko, allt upp í 15% af búðunum voru með tómar hillur í þegar komaði í 97% og hvað gerðist? Jú, jók salan að hillunum voru fullar og hérna, það er bara svona basic atrið sem að hérna, þurfa að vera í lagi sko. En basic atrið sem bara þeir yfirsest þegar þú ert alltaf upp á skrifstofu? Já, og lætur hérna, hérna í stóru keðjum að þá eru tölvurnar að panta inn og þegar hérna, það brotna dós eða búið að stela einni kódós og þá veit kerfið ekki að því sko. Það er auga þarf að sjá, heyri býtu talvan segir að séu hérna 20 í hillinu, það er bara engin sko, hvað gerðist þannig að veist, við og hérna Bretanum fannst það svona fara svona aftur í fortíðin að fara að láta verslunarstjórana pæli því hvernig hérna byrjastæðan var í búðinni sko. En það var til þess að búðina fylltist á vörum og hérna og fyrsta ári voru við heldum yfir 15% sölu. Það var megin til bara þessu basic atrið að setja vörur í hilluna sko, sem voru tómar. 15% er nú alveg slatti? Það er slatti. Af því það er bara rjómi sko. Þú ert með allar kostnaðin og allt það og þegar þú eigur sölunum 15% þá er svo mikil rjómi af þeirri sölu sko. Einmitt. Hérna, þú ert stálminnugur, eða ekki? Það var það allavega. Já, það var þá. Það var það, jú. Ég er svona
mann tölur þokkalega vel sko. Og heldur að það hjálpi ekki líka bara við svona að hafa tilfinningu fyrir hlutunum? Jú, og ég þegar ég var yngri þá var ég að muna verð. Núna leik ég mér að því að muna eftir hvernig balansít lítur út hjá fyrirtækjum, bara svona helstu stærðir. Þannig að það er svona hobbyið tölulega. Og er þetta líka bara eitthvað svona sem að kallar á þig? Þú veist, þið líður ekki eins og það var í vinnuna þegar þú ert að kíkja á einhverja ársreikninga eða efnahagsreikninga. Þetta er bara, þetta togar í. Þetta er passion. Bara, mér er bara gaman að skoða fyrirtæki og skoða stundu sem að fyrirtæki sem bara skilur ekkert í hvað er hátt verðmetin og finnur ekki hvar er allt þetta sem að er á bak við verðmyndun á fyrirtækinu. Já. Og svo á hinkanti sem er ótt fyrirtæki sem skilur ekki okkur svona látt betina því að þau eru með hluti sem að ætti að vera miklu verðmeti heldur en vera metið á sko. Já. Þannig að það er svona allir gangur í því en mér finnst það áhugavert að pæla þannig í tölum þannig halda við tölum minnu. En fyrst þetta ennþá hefur brennandi áhuga á þessu, hvað langar svona þegar þú talar seinni hálfleik, þið langar að halda þinn á viðskiptasviðinu? Já, en ég er ekki að ég fer bara eins og ég segi sko, maður er í því sem að mann finnst gaman að og það er alltaf annað bara sem kemur til fjölskyldan og annað sem að þú ætti líka að horfa til og það maður myndi ekki segja sko að maður hafi spilað fyrstu 45 mínútur ansi fast sko. og seinni 45 verða svona aðeins rólegri sko. Maður draði sig aðeins aftur á völlin en þó maður geti síðan markið hennum enn aldrei svo aftarlega. En eins og út af nefnir fjölskylduna þú þurftur að horfa aðeins fram hjá henni þegar að mest lét? Já, það fór rosalega mikið tími í þetta ég held 2006 2005 að þá erum við komið 80 fyrirtæki. Já. Og ert þú í alvörunni með yfirsýn þar? Já, ég meina það þýddi í raun að ég hef nú skoðað þessa stjórnarpakka sem að voru á þeim tíma sko, þá voru setta 2 blaðsíður fyrir hvert fyrirtæki sko, og þá var pakkin cirka svona þykkur. Já. Og og þú þurftir að hafa þessi yfirsýn við vorum að brasast í ótrúlega mörgum hlutum og þýddi að maður bjóð í flugvél sem að bitnaði náttúrulega að því að maður var minna með fjölskyldinu heldur maður kannski kosið eftir áhyggja. Já, einmitt. Þannig að það er svona þannig svona balansinn þarf að vera betur í lagi í seinni hálfleik. Já, einmitt. Kannski er maður ekki maður er kannski aðeins rólegri bara í hlutina sko. Eða eðlisínu. Já, kannski 80 fyrirtæki var overkill. Við minn sagði, herru, Jón, bara eiga 7 fyrirtæki. Bara? Svo, og það er maxi sko. Já. Það eiga 7 fyrirtæki, en þú selur eitt, þá kaupir alltaf eitt sem er stærra. Þannig átt að, en það farið aldrei yfir þessi heilugu tölu 7 sko. Mér finnst það ágætis input sko. Og það er ein leksja úr fyrir hálfleik? Já, það er svona kannski eftir, þetta var nú sagt um mig svona stuttu eftir hrunið sko að þú átt frekar að menn segja ótt að Empire riða til fall sko. Já. En Kingdom þau geta staðið að sér ýmislegt sko. Einmitt. Þannig að kannski voru við í svona þess að Empire uppbyggingu var bara víðfænt. Já. Þannig að það er svona leðiljósið í seinni hálfleik sko. Hvað með hvað fleira heldur en að skoða efnahagsreikninga er skemmtilegt? Jú, ég er bara skemmtilegt bara ferðast og hitta vini og vera á skíðum og taka svona 6 vikur á ári í að læra tennis og bara svona ýmislegt sko. Ok, þú skíðamaður? Já, ég skíða aðeins, já. Tennis, það er enda voldult sport sko. Já, tennis er skemmtilega tennisin, hann er svona, þú verður að hugsa sko,
það er rosalegt hérna, þú lítið tíma Já. en það er aðeins að pæla hvert boltinn að fara sko. Já. Þannig að það finnst mér hérna, skemmtilegt við það sport sko. Og maður þarf ekki lítið að hlaupa á eftir honum heldur, þetta er Jú, svo þú ert að hlaupa heldur átök sko. Já, sérstaklega út að senda hann í einhverja vitleysu, þú stjórnaldótið því sko. Já, og líka þegar maður sko spilar á móti einhverjum sem kann tennis, þá er hann að senda mann Já, fram og það tilbaka sko. Já, þú veist, góðu tennisspilari hann getur ótt bara staðið ótrúlega í svipuðum spórum sko. Einmitt. Þannig að hérna látið mótaðilan hlaupa og gera mistök sko. Einmitt. Já, ertu komin þangað? Ertu að senda mótaðilan frá Nei, ég er nú bara svona, ég er bara gaman að þessu þetta er svona hérna, þú ert að hugsa með að spila Já. Hérna, ég, sko en uppáhalds hluti minn úr bókinni Málsvörn það er lýsingin á þér með að þegar þú labbaðir inn í herbergi að skynja stemmingunar og að þegar að síminn hjá þér hringdi þá skynjaður hvort að símtala verið mikilvægt eða ekki Já, ég veit ekki hvað Getur við eitthvað tvíklingað á þetta? Það er bara eitthvað sem maður fann á sér sko. en hérna að lesa herbyggi skiptir rosalega miklu máli sko. Þú veist, þú sérstaklega í samningsviðræðum og fleira, þú verður svona að hérna að svona lesa hópinn og fatta hvað gengur í þessa persónu og hvað gengur ekki í hana sko, þegar þú ert að semja og þannig að já, þú veist, ég hef staðið mig þokkalið í. Já, þetta er aðeins, sko, þú ert líka búin að tala um að koma saman á kunnum fólki og svona, þetta er alveg smá people's business. Já, og það eru, þú veist, það er svo ótrúlega oft að þú er búin að vera svona lengi í þessu, að þú hefur hitt hennar karakter áður. Já. Og þú veist alveg hvernig það tikkar, sko. Einmitt. Þetta er ekki þannig að, sko, allar manneskjur séu bara algjörlega sikur á bóksinu, það er svo ótrúlega oft sem þú getur bara sagt ég er búin að hitta þennan karakter á það og ég veit svona næstu í hvernig hérna, hann spilast út sko. Ég geti trúið þegar annað fólk hitti þig þá hugsaði, ég veit ekkert um það Ég veit það ekki Ég veit ekkert um grænlendingin Nei, ég veist ekkert um grænlendingin hugsaður þetta sko. Nei, veist, það er bara það sko. og já, en þannig já, þú hefur þá bara alltaf verið góður mannþekkjari eða? Já sumir segja nú að ég sé ekki góð mannþekkjari sko. en hérna en ég gerum tíðina að geta hérna valið gott fólk með mér sem samstarfsmenn og hérna, mér finnst alltaf eins og til dæmis í Breitlandi að hérna 7-8 árum eftir að við yfirgáum fyrirtækin, þá voru ennþá með sömu stjórnendur, þótt að það væri kannski búið að eiga sér stað 2-3 eigendarskipti. Já. Það sagði manni að það við hefðum valið rétt. Já, akkurat. Í markaði sem við kannski þekktum ekki alveg hvernig, ólst ekki upp þar, en hérna náðum því að skipa rétta fólki í stöðunar. Einmitt. En sko, varandi þína típu, þá hérna, þú hefur alltaf verið vondikattin í viðskiptum á Íslandi fyrir mér. Það er bara... Já, ég skil það ekki. Er það ekki sko, já, þú með sítt hár og það er svona svartklæddur, sko. Já, ég hef sagt það er engin auglýsingastofa á baku þetta? Nei, ég hef nú sagt það svo áður, að hérna, þegar allt læti voru í kringum Baug og allt þetta, eða svona, veist það, við vorum stórir á Íslandi og þá sagði eitt stjórnarmaður við mig, Jón, það er ekki bara að klippa þig. Verður það ekki bara svona aðeins rólega? Lægi stormurinn bara. Já, lægi stormurinn og er í jakkafötum og veist ég bara nei, ég held að það sé nú ekki þetta ástæða sko. En hérna, það var mikið notað í Bretlandi, þetta vikinga síðahárið og þetta væri svona part búin til ímynd. Já. Nei, ég held að það sé ekki bara dúran klipping sem að festist sko. Kom ekki Helgi í góðu líka með gott ráð til þín? Jú, hann sagði við mig hann orðaði þannig sko, ekki klippa þig þú ert með sítt hár sko. Ég lendi í því sko. Já, ég veit. Og það bara kom ekki aftur. Allt í þetta meðan þú hefur þetta. Já. Herðu, rétt ára eins sleppir, út af að nefndi fjölmiðla. Hérna, þú ert búin að vinna eins í þeim. Pælur mikið í bara, ég meina, kúltúr, fjölmiðla landslæginu, hvert þetta er að stefna, allir með síma, línuleg dagskrá. Hefur skoðun á þessu?
Þú ert hérna í Já, podcasti. ég meina, þetta er bara, þetta er alveg, sko, geggjað að fylgjast með þessu, hvernig þetta er að þróa, sko. Áritið og tíminn, hérna, sem þú gefur, fréttatíma sem voru í hálftíma, þú bara gefur þeim ekkert hálftíma í dag, sko. Nei. Og mér veist þetta, og þú sér þetta á jafnvel á svona góðum fjölmiðlum, þá ertu komið svona 5 mínúta gluggan, þannig að þú getur bara lesið til hvað gerist í dag á 5 mínútum. Einmitt. Og hérna þá ertu svona þokkalega í sveitsettur að hérna, skilja hvað er að gerast í umhverfinu. Það er náttúrulega orðið miklu meiri hraði í þessum heimi, sko, og náttúrulega orðin bara alþjóðlegur að miklu leyti. En líka bara breyting frá því að þú áttir Jú, ég meina þegar 2004. Ég meina að við vorum alltaf þegar við á bestu tímum fréttablaðsins það voru 80% af þjóðinni sem las blaðið. Einmitt. Á hverju degi. Sem las blaðið. Já. Og það náttúrulega bara var fárálega, kannski 80%, ég held að verið sko fór einhvern veginn 80% á höfuðborgarsvæðinu sem að voru að fletta blaðinu. Sko. Veistu hvað þetta er í dag eða? Ég held þetta sko sé 30% sem er ennþá samt alveg ótrúlega mikið sko, okay. Í þessum mælingahópum sem eru mældir sem eru hérna, frá 18 og upp í held ég 69 eitthvað. En síðan náttúrulega bara fyrir þetta allt yfir á netið eða þú veist að það er ekkert eitthvað minni þetta er náttúrulega miklu verður lesið þetta bara annars staðar. Þú veist netið, þegar við erum að byrja með vísi þá erum við að fá þegar við kaupum vísi þá held ég við sem að fá 1000-2000 inn á vefinn sko. Já, sem er ekki neitt sem var ekki, ég veit ekki hvað það er orðið mikið í dag sko en hérna, þetta var náttúrulega breyst alveg svaka, línlega dagskrá hún er að hverfa veiturnar að taka við að vera entertainment síðan eftir með alls konar annað sem náttúrulega tekur tíma frá fjölmiðlum, leikirnir og allt þetta sko þetta er alveg já, það er rosalega mikið framboð til að skemmta þér í dauðum tíma. Já, dauðum tíma, það er bara allir að tala með hverju núna bara setjum maður í vélina og hlustar á podcast og sér það er engin dauðu tími lengur. Nei. Það er ekki, og fólk sofnar með hljóðbók í eyrunum og vaknar með hann ennþá í gangi sko. Það er alveg geggjað. Er steinn að þeim með það? Já, mér er gaman að hlusta á hljóðbók sko. Okay. Ef maður hefur tíma í það sko. Þá finnst maður sérstaklega maður úti að þá finnst maður það mjög svona gott koncept. Gott koncept. Hljóðbækur er gott koncept. Herra Jón, ég lofa að sleppa þig korter í. Hún er að slaga í það. Já, ok. Bara, maður orða minna. Takk kærlega fyrir að koma í spjall og gaman að tala við. Já, sömuleiðis. Takk.